Halló góði gestir, velkomin á fyrsta málþing Samtakanna 22 og velkomin til Þjóðminjasafns Íslands. Nei, heyrðu ekki. Við erum vist ekki á Þjóðminjasafninu. Velkomin í Reiðhöllina í Víðidal. Nei, við erum það ekki heldur. Heyrðu, verið velkomin í Hamraborgina hérna í Kópavogi. Ég heiti Eldur Ísidór og ég er formaður Samtakanna 22 og mér þykir hérna gaman að geta boðið ykkur velkomin hingað. Síðustu dagar eru búin að vera mjög viðburðaríkir. Það hefur reynt mikið að koma í veg fyrir að við gætum hist og rætt málin heiðarlega og opinskátt. Þannig að ég er bara mjög fegin að við getum allavega komið saman einhver og rætt málin. Það er mikið í húfi þegar svona er ráðist á félag samkynhneigðs fólks í siðmenntuðu réttarríki. Það er mikið farið eftir skoðanafrelsinu okkar, félagafrelsinu okkar, tjáningafrelsinu okkar og bara réttinum til þess að geta lýst raunveruleikunum sem við lifum við. Slagorð Samtakanna 22 hafa alltaf verið að ef við hættum að geta lýst raunveruleikunum þá getum við ekki staðið vörð áunnin réttindi okkar. Og það er vegna þess að við sem samkynhneigð höfum verið í réttindabaráttu í áratugi og við höfum fengið okkar réttindi á þeim grundvelli að við löðumst að fólki af sama kyni. Þetta skiptir máli og þegar við hættum að geta skilgreint með góðu móti hvaða þýðir að vera samkynhneigður, hvaða þýðir að vera karl, hvaða þýðir að vera kona, þá erum við komin út á hálan ís. Að vera kona er ekki hugmynd í höfði eins og það sama gildir að vera karl. Hins vegar þá gerum við okkur fulla grein fyrir því að það er fólk sem býr við kynáttulegum vanda og það fólk á skilið fulla virðingu og hjálp í samfélaginu og geta lifað sínu lífi án mismununar. Það fer ekkert á milli mála. Við erum hins vegar algjörlega andvíg því að börn fari í transferli enda þessi hugmyndafræði ekki við þeirra hæfi. En við ætlum að byrja málþingið á lagi frá henni Ívu Marín og Má og okkur finnst að vera mjög við hæfi miðað við hvað sem er búið að ganga á og það er lag sem heitir Hættu að garga.